Jæja, komið sæl, þá komið að næsta kafla hjá okkur Alexander mikla og Hellenismann sem kafli 1.11 í bókinni á blaðsíðum 54-58. Aðeins áðurinn fyrir mig fjallum Alexander sjálfan, þá rétt að minnast á það að árin 490-480 fyrir Krist þá áttu Aþena og Sparta og svona bandamenn þeirra í stríðum gegn Persum og þetta kölluð Persastríðin. Stóð þarna yfir í 10 ár og þar meðal annars komu þessir hérna kallar við sögu, þessi fræga orusta þar sem að 300 Spartverjar ásamt bandamönnum þeirra náðu að halda aftur af þúsundum hermanna Persa, einhverja kannski sé myndina 300 þetta. Í þessu stríði var einnig baráttan við maraþon og þetta þekkjum við náttúrulega í dag sem maraþonhlaupi en það fræg saga af því að eftir að Aþeningar höfðu unnið baráttuna við maraþon þá var sendiboði sendur á stað með fréttirnar til Aþenu og hljóp hann rúmlega 42 kílómetra leið til að segja þessar fréttir og þaðan maraþonhlaupið komið eins og við þekkjum það í dag. Nú, eftir þetta kemur smá svona friðartímabil þar sem að Aþena og Sparta eru í raun og veru bandamenn, stofna þarna sjóborgarsambandið svokallaða sem var samband fjölda minni borgríkja en Aþeningar urðu fullgráðir að mati Spartverja og það endaði með því að stríð braust út á milli þessara tveggja borgríkja og þeirra bandamanna og stóð það frá 431 til 404 fyrir Krist og við getum séð hérna á kortinu að hérna náttúrulega Aþena og hérna fyrir neðan Sparta og þið getum séð hérna litina hverju voru bandamenn hverra og Aþena átti náttúrulega átti bandamenn hérna yfir á strönd Litla Asíu það sem með Persaveldi eins og vorum að ræða áðan. Nú, förum þá eins var að tala svolítið Alexander, nálgumst hann Makedónia, eins og við sáum á myndin hérna áðan er fyrir norðan við Grikkland og fjallent smáríki. Grikkir litu mjög niður á Makedóniubúa og kölluðu þá barbara sem vorum að ræða unnið líka í þar síðasta kafla. Ríki Makedóniumanna hins vegar óx mjög þegar Filippus annar komst til valda árið 359. Hann átti í miklum útistöðum við Persa og var svona með það markmið kannski bara að gjörsýra þá einhvern veginn. Nú á þessum tíma náttúrulega Grikkland í heild sinni orðið frekar veikt eftir þessar innbyrðis baráttur milli Aþenu og Spartverja. Þannig að enda með því að Filippus ræðst inn í Grikkland og hefur sigur. Árið 338 og það svona talið marka lok gullaldarinnar í Grikklandi formlega. Nú í framhaldi af þessum sigri þá stofnar Filippus bandalag með Grikkjum á móti Persum en í raun og veru þá voru náttúrulega Makedóníubúar sem réðu öllu, ekki Grikkirnir. Nú það síðan árið 336 sem að Filippus myrtur í samsari og þá kemur þessi kappi Alexander mikli sonur hans, tvítugur, hugsa ykkur ekki eldri en það og tekur við af pappa sínum. Og eins og við munum frá síðasta kafla þegar vorum að tala Aristóteles þá var Aristóteles kennarinn hjá Alexander og Alexander var fyrir miklum áhrifum á honum og var mjög hrifinn af svona grískri menningu og hvernig Grikkland gekk fyrir sig og hann þegar kemur að því að hann fer í svona miklu herferð þá tekur hann þessa grísku menningu og er að breiða hana svolítið út, kom betur inn á það á eftir. Nú þetta þróast út í það að Alexander heldur áfram þar sem að í stríði við Persa eins og pappa svo búin að reyna. Sú herför hefsturinn var árið 334 fyrir Krist og Alexander hafði töluvert minni her en Persar en hann var mjög klókur herfóringi og náði einhvern veginn alltaf að snúa orustunni sér í vil og eins og kemur fram byrjar á því að svipta Persa flotastöðan þeirra og fer síðan að leggja undir sig þeirra helstu borgir og þeirra ríki og herför þessi heldur alveg áfram til Indusfljót sem á Indlandi, við skulum kíkja þess á það. Hér sjáið Aþena í Grikklandi, hér fyrir ofan Makedónia og þið sjáið hann fer alla þessa leið í raun og veru, alveg hingað yfir til Indlands. Og við getum séð aðeins betur á þessu korti hér hvað þetta magnað það sem hann næra að framkvæma. Að herferðin byrjar einhvers staðar í Makedóníu og fer alla leið í gegn
Á leiðinni eins og þið sjáið eru töluvert margar borgir sem heita Alexandria, en hann hafði einstakt lag á því að stofna borgir á leiðinni og skýra þær eftir sjálfu sér. Pínu hékomafullu kannski kallinn. Hér í Egyptalandi líklega frægasta borgin, Alexandria, þar var reist mjög frægt bókasafn sem síðan reyndar brann til grunna, og Alexandria var síðan mikil vísindaborg. En alla þessa leið hérna fóru þeir í þessari herferð alveg hingað yfir til Indlands og að Indusdalnum, þar sem að hermennirnir einfaldlega sögðu nei takk, hingað ekki lengra, og neituðu við algjörlega að fara áfram. Þannig að Alexander þurfti hér með að snúa við, og skulum aðeins þá halda áfram hér með fyrirlesturinn. Hann sem sagt leit á sig sem guðlega veru, Alexander, og náttúrulega hafði áfram með enn frekari landvinninga eftir að herferðin stöðvaðist í Indusdalnum, en því miður þá lést hann af hitasótt árið 323 fyrir Krist, 33 ára gamall. Og að því ég sá að Heiða hafði sett inn lag með Iron Maiden í fyrirlesturinn hjá sér, þá skulum við sjá hvort við náum ekki að hlusta eins á þetta merka lag, sjáum hvað gerist. Já, það var alveg rokk í þessu. Þarna fer Colin Farrell náttúrulega á kostum sem Alexander Mikli í bíómynd sem hann lék í ásamt Angelina Jolie, ef einhverju er áhuga á því. Nú, eins og kemur sérna fram fyrir neðan, þá náði Alexander þessum rosalega flottu og mörgu sigrum, einfaldlega vegna þess að hann var góður heststjóri, og svo náttúrulega þegar allt kom til alls, þá var kannski Persaveldi svolítið risa á brauðfótum, þeir náðu illa að halda yfir kallinn þegar hann réðst þarna inn. Síðan eftir að Alexander deyr, þá verður til þessi hellenismi, og eins og kemur hérna fram hann sambræðsla grískar, mesopótamískrar, egypskrar og persneskar menningar. Þetta er náttúrulega komið til vegna þess að veldi Alexanders náði þarna yfir gríðarlega mikið og stórt svæði og varð einhvers konar suðupottur af öllum þessum menningarafbrigðum. Og þarna verður til ákveðin fjölmenning, og blómatími þessa hellenisma er þarna frá 323 til 31 fyrir Krist, eða svona þegar Rómaveldi fer að láta til sín taka. Og innan hellenismans þá eru þessi tvær stefnur, epikúrismi annars vegar og stóustefna hins vegar. Og epikúrismi svona í afskaplega stuttu máli kemur frá heimspekingnum Epikúros frá Samos, og hann svona var mikið fyrir svona lífsnautnina í raun og veru. Menn áttu bara að njóta lífsins, menn þurfti ekkert að óttast það sem tæki við eftir dauðan, því að það var náttúrulega ekki til neitt himnaríki eða helvíti, menn áttu bara að njóta þess að vera til í raun og veru. Stóisminn hins vegar, hann er stofnaður af þessum Zenon, sem stofnaði hann í skóla í Aþenu 300 fyrir Krist. Og svona þeirra lífsspeki var svo að alheimurinn sé í raun og veru þessi eina lífræna heild, gædd náttúrulegri skynsemi, og markmið mannsins er að lifa í samræmi við hana. Þá færi raun og veru ekkert raska sálarró okkar, að taka öllu með stóískri ró, sem er kannski hugtak sem einhverjir hafa heyrt. Þannig að þetta er svona, menn er raun og veru bara jafnir frá náttúrunnar hendi, en geta svona styrkt sína hlutdeild í þessari alheimssál með þekkingu og æðruleysi. Þetta var rosalega háflegt allt saman. En hérna vorum við búin að fara yfir epikúrismann, lífsnautnin er tilgangur lífsins, lífsnaut er frelsi frá líkamlegri og andlegri vanlíðan,
einfalt líferni og hófsemd. Þetta er ekki flókin vísindi. En þá skulum við segja þessum fyrirlestri lokið í bili.